Jæja, gott kvöld, góðir áhorfendur og verið velkomnir í útsendingu á 15. keppni af 17 í Tier 1 hóp Gran Turismo Æsland, eða Gran Turismo Sport Æsland. Við erum komnir hérna saman, ég Daniel Rúnar Jónasson og hann félaga minn Birgir Júlíusson, blessaður Birgir. Sæl og blessaður. Við erum komnir hérna til þess að fylgjast með þessari keppni, 36 ringir á Suzuka á Super Formula bílum og sem skallast ekki önnur Super Formula keppnin í Tier 1 tímabilinu og svo seinasta. En þessi keppni verður vonandi spennandi, þessi braut hún er mjög strempin á bíla með mikið downforce á dekkinu þeim og það er töluvert dekkjarslit hérna, þannig að það verður spennandi að sjá hvort að það verður einhver munur á pit strategíum í kvöld, hvort það verða allir á einu stoppi eða hvort að einhverju prófa 2 stopp. Sérstaklega eftir breytingarna sem áttu sér stað í seinasta update á Gran Turismo og það sem að það lengdist hvað? 2/3 stoppið? Eitthvað svoleiðis? Já, meira og minna. Það er alveg misjætt þetta brautum en það er mjög út af lengi út að stoppa sko. Já, akkurat. Mér minnir allan að í Group 3-bílunum þegar við kepptum á þessari braut í gær að æfingunum prófaði ég að pitta og ég held að ég hef búinn að vera inn í pittinum í 18 sekúndur áður en að ég actually byrjaði að skipta dekk og svona. Já. Sem er alveg svo sem raunverulega sko. Alltaf mikið. Tekur alveg, já, það er raunverulegt sko. Tekur tíma að keyra frá byrjun á pittinum og að við gera svæðinu. Já, en pittið sjálft, ég skilst það sé ekki nema 2 sekúndur sem að þeir hafa í formúlunni. Já. Ég veit ekki hvort það sé öðruvísi reglu í Superformúla. Superformúlan var einmitt að byrja núna fyrir 3 dögum í alvörunni og hægt er að fylgjast með þeirri keppni alltaf á YouTube-rás Red Bull. Ég setti link á þá YouTube-rás í lýsinguna hjá okkur ef að einhverju langar til að kíkja á það og fylgjast með því í sumar. En annars eru líka fleiri fregnir að þessi knappi ökumaður sem ég er að fylgjast með hérna, Kári S1097, hann er opinberlega orðinn sigurvegari Tier 1 á þessu tímabili, annað tímabili í röð sem hann tekur og vinnur Tier 1 keppnina og er þá krýndur Íslandsmeistari í Gran Turismo Æsland. En eftir sigur í seinustu keppni þá er hann búinn að festa fyrsta sætið niður. Það getur enginn náð fram úr honum saman þó hann mæti ekki einu sinni í næstu keppnir. Þannig að það er til hamingju með það, Kári. Þetta er vel gert. Þetta er rosalega flottur sigurvegari og hann er alltaf búinn að vinna sér inn alveg bara við að vera duglegur að æfa sig og standa sér svo hetja í keppnum sko. Hörku ökumaður líka sko. Man ætla að fá fyrst að halda þarna að Hannes væri með þeim á toppnum sko. Því að eins og Hannes stóð sér svo svakalega vel þarna í byrjun. Já, nákvæmlega. Meðal annars með Halla sko. Nákvæmlega, þeir voru þarna að skiptast á fyrsta sætinu Kári, Hannes og Halli í byrjunni. Já. Kári bara fengið nóg að því og hefur viljað halda því bara fyrir sig. Já, við séum að við erum komin hérna með nokkuð skilaboð í chatið. Það er Hilmar gott kvöld tilbaka segi ég bara. Hilmar klikkar ekki á því að mæta og að fylgjast með þessum keppnum. Hann er alltaf að fylgjast með og tekur alltaf átt í chatinu. Það er alltaf gaman að því. Og Róbert Örn spyr hérna hvernig fór Tier 2 keppnin í gær. En það var sem sagt Eva sigraði hana. Og í öðru sæti og þriðja voru Tier B-bræður, það var Ingi í öðru og Arnar í þriðja. Það var svona one make barátta á toppnum, ekkert nema Nissan Skyline þarna, fyrstu 5 sætin. Þetta er svolítið mikið svona, hvað er þetta, Nissan keppnir hérna frá. Já,
það er bara gaman að því. Já, já. Þá höfum við á BMF-unum eitthvað til þess að eltast við. Við hefum eitthvað til þess að sína fyrir. Já. En þér tókst nú að sigra einn Nissaninn í gær. Var það? Já, já. Þú varst í 7. sæti og Dimmi var í 7. Hann var á Nissan. Já. Alveg rétt. Ég var fór að vinna. Það er nefnilega svoleiðis. En hvernig er svo, ég sé að þú ert hérna út á braut núna, Birgir. Hvernig er að keyra þennan bíl? Fallega appelsínugulur hjá þér. Sko. Var að mála hann, sko. En jú, þetta er mjög skemmtilegur bíl og hlakkar til að sjá hvernig það verður strákunum bara með pittinn og fyrir það kemur allt út í þeim. Já, þetta eru náttúrulega 36 hringir sem þeir þurfa að keyra og við stekkjasliti hjá þér núna á 4. hring þá væri ég ekkert mjög hissa ef þetta væri 2 stoppa strategi hjá þeim, sko. Já. Vonum bara það besta. Því fleiri pitstopp því skemmtilega það fyrir okkur. Já, nákvæmlega. En fyrir þá sem eru að fylgjast með kannski á Stöð 2 e-sport eða á YouTube og ekki alveg með að reyna hvað er í gangi hérna, en núna erum við bara að fylgjast með æfingum sem eru í gangi þangað til að tímatökur byrja. Þess vegna er Biggi einn af lýsendunum að keyra hérna á brautinni. Það er bara einhver flipp í gangi, sko. Það er eitthvað að sko hvernig það er að keyra út af. Já. Það er það sem þú ert bestur í, eða ekki? Þessi gæi. Já, það fokkan hana. Það ætti að vera einhverjar 5 mínútur í tímatökur núna. Tímatökurnar hefjast klukkan 21:45 og standa yfir í korter. Rétt rúmlega korter. Keppni sjálf á að byrja rétt eftir 10. 5 mínútur. Já, qualifying eftir 5 mínútur. Já. Biggi, Hilmar er að biðja að gera donut. Það er svoleiðis. Já. Jú, ætlum að gera það ekki. Það er aðeins að hleypa hann fyrir ávina. Þú er að burnout eða? Ekki klárast strax við það. Já. Ég er ekkert hissa á því. Þetta er bara að spila Mustang. Það leita áhorfundum hana. Já, það er sem tímið veggur hana fyrir. Já, hérna sjáum við hann Hannes á gullfallu Toyota Gazoo Racing superformúla bílnum sínum. Já, mjög flott livery. Já. Augljóslega að keyra með Fanatec stýri heimi á sér. Höfðu þetta, í stíl við bílinn. Nákvæmlega. Ish. En Hannes fyrir utan. Er núna í öðru sæti í keppninum. En hann þarf að standa sér svolítið vel í kvöld ef hann ætlar að halda öðru sætinu. Hann seinni helmingurinn af tímabilinu er búinn að vera svolítið brösulegur fyrir hann. Ekki búinn að ná á palli í seinustu, 7 keppnum eða ekki? Nei. Já, síðustu keppni þá náði hann akkurat yfir Halla, minnum mig. Hallita. Já. Það var eitthvað, já, akkurat. Það náði á palli í seinustu keppni. En eins og staðan er núna að þá er hann í öðru sæti
í riðlinum með 195 stig og Jón Ægir í 3. sæti með 194 stig. Þannig að munar 1 stigi á Jón Ægi og Hannesi og Jón Ægir búinn að vera að já, hann búinn að vera að slá í gegn núna seinni helmingin af tímabilinu sko. Með þetta legendary comeback hérna á, hvað var það, Maggiore eða ekki? Jú, það var sko, ég veit ekki hvort að sökinn sér á mér ekki, því ég var eitthvað að bladra þarna, það var ekki lótið. En jú, á Maggiore. Já, það var held ég þá, nei, comebackið var ekki á Maggiore var seinast. Comebackið var á brautinni þar á undan, það var hérna Dragon Trail þegar hann gat ekki tekið þátt í qualifying út af teknilegum örðuleikum. Já, jú, byrjaði síðast og alveg svoleiðis fann sig upp eftir öllu. Já, endaði í öðru sæti eða ekki? Jú. Maggiore var það þegar hann svona, já, mista hann smá. Já, hann var í öðru sæti eða 3. og endaði síðan aftarlega eftir að hafa snúist og endaði í seinasta sæti. En það getur líka gerst. Það allan eitthvað. Það getur líka gerst þetta. En hérna síðan í 4. sæti eftir Jón Ægi, þar hann Halli Björns og hann með 190 stig. Þannig að þetta eru 5 stig á milli annars og 4. sætis. Það eru 3 þarna sem að eiga bara mjög sterkan möguleika á því að berjast annarsætið og pallinn sko. Og Þorsteinn búinn að vera að standa sig líka mjög vel núna seinni helmingin af tímabilinu og með 179 stig í 5. sæti. Þannig að hann er 10 stigum, 11 stigum frá Halla en það er allt opið ennþá. Það eru náttúrulega 3 keppnir eftir, það er þessi og svo verður Laguna Seca og svo verður 2 tíma þolagstur á Nürburgring Nordschleife. Þannig að það er alveg fullt af stigum í boði ennþá og það getur allt gerst. Herru, það er exit á mig. Exit á þig. Guffi segir að það sé kominn tími á qualifying. Tímatökur að hefjast núna eftir 1 augnablik. Og við óskum þeim bara sem allra best. Já, nákvæmlega. Og já, herru, það er eitt. Boostið í boði í qualifying, ekki practice. Þannig að spurning hvort að þetta muni breyta ykkur fyrir. Já, þú meinar þá overtake functionið. Já, overtakeið. Já, það gæti ef ykkur eru á hotlap og geta nýtt það, en overtakeið virkar þannig að þú hefur bara einhver x mikið overtake í öllu reysinu og þegar þú ert búinn að nota það þá er það bara búið sko. Já, þetta er svona mínúta sem þú hefur overall, bæði qualifying og í öllu reysinu svo leggur sig. Já. Þetta er 36 hringir, þetta er, hvað ég að segja, þetta er svona næstuð í, já, þetta er svona 40-50 mínútur cirka og 1 mínúta því ég er overtakið, þannig að spurningum að nota ekki kannski beint strax. Það virðist allir vera að komast út úr pittinum, þokkalega vel. Halli sýnist mér eftir í pittinum. Jæja, fer hann stað. Halli er á leiðinni út. Það fara allir út. Þetta er náttúrulega ekki TR2 þannig að það er ekkert pit glitch hérna. Nei, þeir náttúrulega tóku við allan smá tíma en þeir eru örugglega þreyttir að pitglist þannig að ég sendu það bara aftur á okkur. Já, nákvæmlega. Þið sjáum við þarna það sem við vorum að tala það er þarna overtake mælir í hægra horninu við hliðina á GTS Iceland logoinu og þegar hann er komin á empty þá ertu búinn með overtake boostið sem þú færð. Þannig að það þarf að nota þetta sparlega og á réttum tímum.
Ó, já. Þeir eru að dreifa vel úr sér hérna. Já, það enginn allavega að svona, hvað ég að segja, reisa við hvern annan í qualifying, þannig að við viljum helst ekki hafa það þannig. Nei, akkurat, við viljum helst hafa langt bil á milli og Líka ef það skildi ske að menn slá saman, þá damage í fúlan og þarft að pitta á. Já. Það hellingstímið af qualifying sem það geta verið að nota í að brenna bensín eða svoleiðis. Já, nákvæmlega. Allir komnir yfir endalínu og allir byrjaðir á fyrsta tímatöku hringnum sínum. Hvernig ætlar þú að skora á sig í fyrsta sæti, overall? Ekki qualifying, heldur bara lokin? Hvað áttu við? Ertu tala bara... Segðu þetta bara hvað svona... Við ætlum að skjóta á að skeirin á pól. Já. Þessu. Loka þess að bara alveg í endan, þá ætla ég að segja Hannes og Cracktup. Já, sem að verða þá fyrsta til þriðja sæti. Já. Já, ég veit ekki hvað maður á að giska á, sko. Sko, ég vil eiginlega sjá góðan árangur hjá Guðmundi Orra núna. Hann er náttúrulega, hann er formúlamaðurinn sjálfur, á svæðinu, sko. Hann er stofnandi Formúla 1 á Íslandi Facebook-grúppunar. Og ég vil sjá hann gera góða hluti í kvöld. Ég er alveg saman, ég vil sjá alla gera svakalega hluti, sko. Jóna er hérna í þriðja seti, let's go. Guffi í öðru, vel gert, let's go. Já, og Hannes með alveg svakalegt fórskot, hann er, nei, Kári hérna kominn, ok. Kári er náttúrulega kominn á heimaðastað. Já, ég var að fara að segja að Hannes er 0,6 á undan öðru seti og sko kemur Kári sekundu undan Hannesi. Sekundu líka bara. Kári ætla greinilega ekkert að slá af þó hann sé búinn að tryggja sér fyrsta sætið í keppninni. Nei, alls ekki, sko. En ég ánægði að keyra á Racing Medium í kvöld, ég er mjög ánægð með það. Já, ég held að þeir eru alltaf Racing Medium á Super Formula bílunum. Já, ok. Racing Hard náttúrulega á G3-bílunum. Já. Já. Það þýðir bara meira dekkjarslit fyrir þá, þannig að... Fleiri pit fyrir okkur, þetta líst mér vel á, sko. Já, nákvæmlega. Hann er með óveit ekki í maxinu, sko. Spurning, ætlar Hannes að fara að bæta tímann? Ég held að Hannes hafi verið að fá penalty fyrir þetta. Þetta var mjög tæpt allavega hana, ef þetta var ekki. Nei, þetta var ekki penalty. Bætti tíma sinna aðeins. Já, hann var samt rétt á hann á rauðum sektor. Þetta var flott beygja á honum, mjög flott beygja á honum. Þetta er fjólblá sektor. Let's go. Já, Hannesi. Já, mér finnst þetta að vera mjög flott hringur á honum. Kári kominn í pittin til að ná sér ný dekk. Já. Augljóslega er búinn að reikna út hvenær hann þurft að pitta til þess að hafa sem mesta gripið og minnsta eldsneytið í tímatökunum. Já. Hannes er að ná sínum tíma en ég veit ekki hvað Kári fann þessar 700 millisekúndur. Nei. Hækka smá í bygga, segir Ingi. Hækka smá í bygga, Ingi má það hérna. Svona, þá hækkar maður aðeins í bygga en þá lækkar sjálfkrafa aðeins í bílunum, vonandi ekki of mikið.
Best af allavega geri ég nokkur brum hljóð. Já, já. Hann svo toff. Það var þessi ringur ekki að vera betri hjá honum? Nei, hann var á flottu beysi, sko. Við erum 1,6 sekúndur á fyrsta og þriðja sæti. Jep. Það er svakalega munur, sko. Veit Kári að hann þurfi ekkert að taka meira þátt til þess að vinna það? Jú, hann veit það alveg pottið, sko. En það þýðir ekkert að maður sé að fara að gefa fyrsta sæti. Já, alls ekki. Hann er alltaf heima þarna. Nákvæmlega. En ég kann þetta meta svona þegar að menn að keppa við sjálfa sig. Já. Heyrðu, Skúli búinn að ná betri tíma heldur en Hannes. Skúli kominn í annað sæti í qualifying núna. Búinn að 0,18 betri en Hannes. Kári hérna fastur að baka Jón Valdimanns. Já, hann gaf hann sætið. Kári samt einhvern veginn á fjólubóðansektor. Hann er með overtake alveg í botni núna, sko. Sé það. Hann ætlaði ekki reynilega að slátra þessum ring, sko. Sælir. Kaldur, maður. Það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr þessum ringi á honum, maður. Já, ég meina það er ekkert sérstök traffík fyrir framan hann, þannig að auðvitað hafa hann bara haldið áfram að maxa allt. Hannes var að bæta sinn tíma, er núna 0,4 og eftir Kára, komin upp í annað sæti eftir. Já, hálf sekúnda þetta hraðafaring. Hannes á bústið eftir, þannig að það er spurning hvað Kári gerir núna. Hversu góður verður þessi ringur? Hann er með bústið í gangi hérna seinasta kaflan líka. 0,5. Hann er kominn sekúndu undan öðru sæti núna. Þetta er svakalt, sko. Guffi og Halli hérna 0,13 milli hérna. Guffi er ennþá ekki búinn að ná sínu með hann alltaf allt ótekið sitt eftir. Já. Og hann er bara í rauninni á fyrsta outlapp eftir, eða fyrsta tímaða ring eftir outlapp, segi ég. Já. Veistu beiguna sinna þetta? Já. En hann var samt á flottum personal tíma, sko. Hann er á overtake á fullu núna, sko. Það er allt nosið núna. Allt er bótt. Passa suðurnar á sógrinninni. Já, segðu. Hann er allavega að slátra sínum megin besta tíma núna. Já, það? Já, hálf sekúnda. Ok. Overtakið gerir svakalega mikið fyrir þessa bíla greinlega. Það gerir það. Já, fyrir upp í fjórða. 1 sekúnda að hraða tíma sinn. Já. Skeirið þarna rétt á eftir komum sér upp í 5. Já, vel gert. Komin yfir Halla þá. Jóna er á ennþá allt overtake eftir. Hann er núna, sýnist mér, já, hann hefur verið á outlapp áðan væntanlega. Núna er hann á tímiðum ring með glæný dekk, sko. Ekki nema að sé outlapp núna, ég er ekki alveg klár á það. Hannes er allavega á outlapp sýnist mér, sko. Já.
Já, Hannes er átlap. Það stendur átlap fyrir ofan í honum, hann er pottþétt á átlap. Já. Og Þorsteinn líka. Sé að Gummi að setja sinn eigin besta tíma. Hann er 0,003 sekúndum og eftir Jón Valdimars. Æsmann. Kári er búinn móðutekið, þannig að hann er bara að fara að keyra þetta í róleitunum. Hannes, hann á hellinga eftir í óvutekið. Hann á allt óvutekið eftir. Hann ætlar að setja hotlap næsta hring, sko. Það er enginn fyrir framan hann, það er enginn að trufla hann. Hann er bara að fara að fókusera. Sér hann á, óvutekið alveg í max. Skúli er einmitt á overtakinu líka, sko. Hann er á hotlap núna. Séð það sem Hannes er núna. Nei, hann er á fjólubláum sektorinn, Hannes, sko. Ég tók eftir að Kári var alltaf í þriðja gír þessari beygju þarna. Já, ok. Jóna er komin upp í þriðja. Já, Alli er komin upp í annað núna. Vel gert. Já, hann er ennþá á fjólubláum. Flottum fjólubláum. Kári. Hannes er komin aftur. Kári, hann var að koma út úr pittinum. Hann er rétt nær að klára hotlapinn og byrja á næsta hring. Þannig að hann á annan hotlap eftir, að vísa ekki með Gústi. Hann er ekki með neitt overtake, sko. Nei. Já, núna er að fara að koma sektor hjá Hannesi, sjáum hvað hann gerir hérna. Overtake gerir rosalegt. Sér að accelerationu á bílunum. Já. Vá! 5. Hálfri sekundu á fjólubláum tíma. Hann er að fara 1.38. Ef ekkert fyrir úr skeiðis. Hvað gerir Hannes hérna? Vel gert! Eitt í fyrsta sæti. Næstu því 0,6 á eftir Kári. Ég held að Kári getur ekki náð þessu. Út af því hann hefur ekki overtake til þess að bústa sér áfram, sko. Vel gert. Svona átt að vera. Halli var hérna að klára overtake sitt. Nei, hann á smá eftir. Nei, já, ok, hann hefur lent í ykkur. Hann er á 5 sekundu hægari tíma í venjulega, þannig að... Já, sæll. GT Iceman var sé að koma sér upp í 9. sæti. Hann var að setja nýjan tíma og Skúli líka. Skúli er komin upp í 7. sæti. En þetta er held ég bara, ég man ekki eftir að hafa séð svona rosalega mikinn mun á lap times í tímatökum hjá þeim áður. Það eru 3,5 sekúnda milli 1. og 12, sko. 2,8. Hvað gerir Kári núna? Á 1. og 10. Hann er núna með lítið bensín, kominn á final Skeiði lap. þetta með penalty. Þetta er engin smá árangur hjá Hannesi að ná pól ef að Kári gerir ekkert betra í þessu sem ég finnst mjög hæpið með að við... Ég sýnist ekki vera hægt, sko. Nei. Hannes var að halda áfram á overtake og samt 0,2 frá sinni besta tíma. Þá var sektor hana. Það var Hannes búinn. Skúli er bara eitthvað hérna... kanti. Já, Hilmar, þú mátt alveg endi spá. Það mátt spá hverju sem þú vilt. En þetta verður held ég slagur á milli Hannesar og Kára, sko. Hvað sem hérna? Guffi 0,02 og hann og Halla. Og Halli er á... Nei, ekkert að bæla mér.
Jónægir er hérna í 3. sæti. Jónægir er núna helsti keppinautur hans, nei, það var Þorsteinn sem er helsti keppinautur hans. Þorsteinn, já. Ég er að horfa hérna á Jón Valdimars. Hann er hérna, hann kláraði ekkert bústið, hann er í 9. sæti. Hann notaði ekkert af bústinu sínu. Já, það er rétt. Hilmar segir hérna Kári í 1. sæti, Hannes annað sæti og Jónægir í 3. sæti. Hann gerir ráð fyrir því að Kári hafi betur í einvíginu á móti Hannesi sem er að fara að koma eftir. Já. Það var að race day, let's go! Svona á þetta að vera, sko. Helling af keppendum. Flotti menn, Hannes komið í driving rating A. Það er nú bara mjög flott. Það var á stað. Guffi hérna alveg í 4. með allt eftir sér. Þorsteinn hérna, datt niður í 7. sæti, smá vílspinn. Alli hérna alveg aftan á Guffa. Ekkert vesen. Þetta byrjar vel hjá þeim. Þetta byrjar vel, en þetta byrjar ekki vel hjá Þorsteini. Hann rann aðeins á beyginu og misti skúla fram á sér. Og mér sýndist Halla líka. Þetta byrjar vel hjá Hannesi allavega eins og ég er. Hann er að halda góðu bili í Kára. En Hannes er að vísa að nota overtekið núna. Hann er sennilega að reyna að stinga það af, sko. Já. Hérna kemur Halli, tekur fram á Guffa. Og... Þeir þrír þarna Nei, White missir skúla fram á sig líka. Skúla. Jóna er alveg komin aftan á Kára hérna. Wow, tæpir maður. Það er hann að blokka hann. Nei, miður. Hannes alveg að búa til bil núna, sko. Þetta verður, held ég, redemption keppnin hans Hannesar. Ég ætla bara að vera djarfur og ég ætla að spá honum sigri í kvöld, sko. Já, ég ætla að vona að fá sigur. Ég man ekki eins og hverjum ég spáði en ég ætla að vona að ég hafi sagt Hannes. Ég hef aldrei verið þekktur fyrir að vera góður spámaður, þannig að ég ætla bara að segja eins og venjulega. Ég gef mína spá, endanlegu spá á seinasta hringnum. Ég ætla bara að spá honum Hannesi þar sem hann endar. Þá veit ég að ég er safe. Guðmundur Orri segir hérna á YouTube-chattinu að segir bara þessi gæjar í 10-1 eru bara rugl fáránlega fljótir, hann segist ekki eiga séns í það. Hvað segir þú? Kessi hérna var að, neða, geti Æsmann var að missa fram á sig að Gumma og Kessi datt líka niður. Ég hvort að Kessi hafi verið í torta, ég veit ekki. Já, Guðmundur Orri allan að komin upp í 10. er hérna fast á eftir honum Skeira. Já. Akkurat Fyrir í draftinu á Valdimar. Guðmundur Orri, hann, eins og þú segir, að hérna 10-1 ökumennir eru alveg ótrúlega öflugir. Hann undirstýr? Nei, hann náði ekki alveg þarna. Bremsa sennilega aðeins og seint.
En hann Það er samt alveg satt hjá hann, þessi 10 ykkar eru á rauðu leveli. Já. En það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer eftir eftir tímabili, eftir sumarfrí, þegar að verða tímatöku með nýjum hætti. Já. Að þá verða, 3 held ég tímatöku sesjón og það verður raðað í Tier 1 og Tier 2 eftir þeim tímatökum. Þannig að þú mætir ekki dýnina spes tímatöku fyrir Tier 1 eða eitthvað svoleiðis. Já, það er svoleiðis. Það er flott, það er bara virkilega flott. Já, ég held að við skilja þetta rétt hjá honum Guffa. Jón Valdimar er í smá vissin á þessari brautinu sig, hann er að vissi kassa fram, hann handlar hann bak við sig. Já, hann er með penalty. Já, hann var með 1,5 sekúndu á hann, heyrðu. Nei, heyrðu, Guðmundur Orri, aðeins út á grassið. Þannig að sjá hvort við náum þessu á replayin. Enda með damage að framann. Kemur inn í beina. Já, hann fer aðeins þarna. Hann spólar aðeins og bara... En er komið skemmd á bílinn sem er mjög hættulegt í þessu. Þetta er það mikið downforce á þessum bílum. Þú fært allt sem þú getur fengið, sko. Já, þetta á eftir að koma niður á endarhraða og Það er í beygjum og svona. Já, þannig að í rauninni, fyrst hann er núna í seinasta, þá held ég að sennilega besta sem ég geti gert er bara að pitta, sko. Og laga bílinn og reyna þá að, hann gerir það mitt. Valdimar missi skeira fram á sér. Nei. Hvernig var þetta? Wow. Guffi er í 8. sæti. Nei, heyrðu. Hann qualifæði í hvað? Hann var komin upp í 5. sæti áðan, sko. Hann tók fram úr einum í, þegar við vorum að starta gridstatinu og svo náði hann að halda sig. Ég veit ekki hvað skeiði fyrir hann. En ég var alveg að horfa á Valdimar að taka fram úr rétt á hann og síðan mista beygina eða eitthvað leiðis. Já, ok, hann Guffi er komin hérna alveg bara upp við Valdimar, hann ætlar ekki reynilega ekkert að sætta sig við þetta, hann ætlar að komast upp aftur. Já. Hann tapaði 3 sekúndur á síðustu hring. Þú fyrir þetta næði kannski betri exit út þessu bíl. Þannig að hann er að nota overtakeið, sko. Alveg svolítið mikið líka. Það hann er sem hann ætlar að ná þessu sæti, en hann er samt ytri línan, sko. Já, hann náði að nota overtakeið svo hann hann er komin upp í 7. sæti. En að halda þig, það er önnur spurning. Það er spurning. Matti hefur náttúrulega bara beint hérna í slippinu og er að nota overtakeið. Þorsteinn er að nota overtakeið líka. Valdimar er komin hérna, hann er með ytri línu reyndar. Hann tekur, hann sleppur. Hann nærist ekki. Allavega ekki strax. Tæpur Já, fer svolítið maður. út af. Nei, hann slæðir af og... Já, Guffi. En Skeiri hann var að passa upp á Skeiri tekja ekki fram á sér. Já, akkurat. Kíkjum hérna aðeins á toppinn. Já, hann er bara 2 sekúndum undan Kára núna, sko. Ég var að horfa hérna á Skeiri og Valdimar fæta alveg í rauðan döðan hérna. Þeir eru einu sem keyra með spólurinn af öllum. Já, ég er á þeirri skoðun að þetta er bara helst niðurt að vera með spólurinn upp á að kannski þarf ekki á þessum bílum, ég veit það ekki. Þeir spóla svolítið í fyrsta öðrum. Já, ég á ekki svona bíl þannig að ég hef alltaf prófað að gera þetta. En hann vil meina það hann Hilmar Veigar að Hannes muni feila á pitstop, hvort hann segði að tala um þá á stoppinu sjálfu eða strategíinu er ekki alveg klár á. En hann mun fara niður í annað sæti vegna þess og Kári vinnur Jón í 3. Nei, alls ekki. Alls ekki, segir Biggi. Hvað segir Biggi í staðinn? Heldur að Kári muni klúra pitstopinu?
Ég að segja það, Kári, nei ekki pitstopinu, Hann getur það ekki, hann veit nákvæmlega hvað bensín á að vera. Já. Það var verið í loftinu, það var ekki að vera í töfnum með honum. Það fer náttúrulega eftir dekkjasliti líka. Já, ég ætla að segja Kári. Sko, hann er ekki búinn að lenda inn í vesinn í langan tíma, hann er ekkert stressaður. Ég segi að Kári verður bara fyrir bak við Hannes og njóti þess að lifa í skóm annarra. Sjá hvernig það er að horfa á fyrsta sætið innan. Já, sjá hvernig það er að vera ekki í fyrsta sætið minna. Já, það er svolítið langt sér að hann var ekki í fyrsta sko. Já, hann var nú lengi til í öðru sæti í seinustu keppni en Já, reyndar. og Hannes í fyrsta, en svo náði Kári fram úr. Ég var á Skúla hérna komin fokkalega náð Team Bíkó. Það var að sanna sig. Það er einhver raketta komin í hann Hannes hérna. Hann er, Já, Hannes er allavega á fjólubláðasektor. já, hann er sko komin rúmum 3 sekúndum undan Kára núna. Ég er líka að horfa að top 3 playerinn er ekki að nota overtake. Það þurfum það ekki. Reyndar. Bætir Geggjaði tími. Bætir hann tíman. Ég ætla ég get það ekki. Þess að. Ég ætla aðeins að fara á Hannes aftur og ég ætla að kíkja inn í bílinn til hans. Já, líst vel að Svolítið píkslaðan að rauðatóti. Sjá hvernig línur maður á að keyra á þessari braut. Þetta er flott keyrt hjá honum maður. Það er ekki fail boost í gangi hérna sko. Ó nei. Jónas Már er komin í spjallið og hann ætlar að spá honum Kára fyrsta sæti, Hannesi öðru sæti og Skúla þriðja sæti. Ok. Ég er enda á því að Hannes vinnur þetta sko. Sko, ég sé ekki fyrir mig að Kári nái Hannes út af því að dekkin á Kára er svo slæm með Hannes. Og bensínið. Hann hefur örugglega fundið á þeir að það væri komið hérna FIA Race Inspection á hann, þannig að hann tók aðeins hægari hring núna. Það er svoleiðis. Já, vá hvað munur á dekkinum á Kára og Hannesi. Já, alveg gríðarlega sko. Svo er Skúli hérna í smá vesinu með dekki sín. En Kjassi eða hvað? Jú, Kjassi er með bestu dekkin af þeim öllum. Það er bestu eða verstu? Langt bestu. Verstu, ok. Hann er kannski slætað eitthvað aðeins eða eitthvað svo leiðis. Það er spurning sko. Eins og þú sástur og varst að taka hérna þegar þú varst að taka burnoutið á þann að ef þú rennur aðeins til á þessu dekki þá bara hverfa þau sko. Já, alveg bara. Það tók alveg næst í helminginn af dekkjanum mínum bara að rífa í handbremsunum sko. Já. Þú veist að Hannes taki einu svoleiðis beygju fyrir okkur. Já, það er spurning. Ef þú biður fallega, þá aldrei veitu hvað gerist. Nei, ég skal ekki vera að trufla á.
Hann Herru, er að verða... nei, Halli klesti hérna aðeins á skóla. 54. Það er ekkert damage á damage. Halli náði ekki að brensa nógu hratt niður. Bömpaði aðeins hérna tímiti sinn. Team Autocenter hérna aðeins að minna á hvern annan. Já. Ég held náttúrulega að, mér skallast ekki, það var að Halli sem er yfirmaðurinn, hann á Autocenter, hann er sennilega bara að segja Skúla að hérna það hleypið hann fram úr að fara að launa einhvern. Þetta er bara svona eins og að keyra fyrir Mercedes-Benz, ef þú ert ekki Lewis Hamilton, þá ertu bara varnarmaður. Já, nokkulega. En Hannes bara heldur áfram að auka bilið án þess að slíta dekkinu. Herru, við erum með flott stopp hérna. Já, hvar? Við erum með Þorstein og Guffa, 7. og 7. smá fæli þar. Síðan erum við með Æsmann og Skeira, 9. og 10. Skal fylgjast með Team Bigo og Skeira hérna. Já, ég er að fylgjast með henni líka. Já, Skeiri er Jón Valdimars er með slipstreamið. Hann nær fram úr Skeira. Og það, hann þarf bara að verja. Jón er með betri dekk heldur en Skeiri allavega. Kíkjum á Guffa hérna. Tölur betra exit líka. Guffi er í slipstreaminu hjá honum Þorsteini núna. Æspennar að taka fram á Valdimar hérna. Það er búið með hann. Nei, played safe. Kíkjum aðeins hérna inn í bíl hjá honum Guffa. Sjáum hvort hann nái að gera eitthvað úr þessu og nái að taka fram úr. Hann er komin nálagt. Mjög nálagt, sko. Hann er örugglega, hann var að passa sig að halda sig svona nálagt og ná síðan góðu exiti úr á þarna backstreitinu. Já, uppi. Já. Þar verður framúraksturs möguleiki. Nei. Flott hjá honum Guffa maður. Þorsteinn bara hleypt honum fram. Þorsteinn er þetta ennþá út af. Herru, jú, hann er út altrið. Missi Valdimar fram á sér, eða hvað? Já, hérna sjáum við sko Valdimar og Jón Valdimars. Þeir eru bara hérna í beinni útsendingu að berjast Nei, ok. Jón Valdimars hafði verið út úr þessu. Valdimar mataði betur. Þorsteinn er ennþá inn í slæðinu. Herru, byrju, Skeiri battlapappi og Þorsteinn greið. Þorsteinn í pit. Þar verður Þorsteinn í pit. Fyrstur í pit núna. Það er fyrir utan Gumma. Gummi fór pittaði alltaf út af liðkjörnum. Já, fyrstur í pit, sem sagt, fyrir eitthvað annað en skemmtir. Við orðaði þannig. Já. Sástu overteki á Jón? Hann bara mjög flott hjá hann. Já, ég sá þetta. Þetta var allt alveg geggjuð í sjónarhorni hérna. Horfðum beint fyrir aftan. Hann hérna... Þorsteinn. Já, ok. Sáum þetta frá hans sjónarhorni. Mr. Æsmann er bara farin, sko. Hinn voru bara fyrir, hann er núna að segja á Guffa. Já, Guffi er komin upp í 7. sæti eftir, hann var komin niður í 8. áðan, sko. Já. Já, Guffi er með frekar slöpp dekkmiði við Jón Valdimars. Já. Valdimar ætlar sennilega að missa Skeira bráðlega fram á sér, skal fylgjast með því og segja frá því. Já, hann defenda flott.
Halli og Skúli eru ennþá hérna. Kári í pitt. Kári í pitt núna. Þessi Jónæði fram á sér. Halli í pitt líka. Skúli heldur áfram. Hannes ekki ennþá búinn að pitta, en það er spurning hvort hann nýti þá tækifærið og pitti eftir þetta. Hann náttúrulega þarf ekki allt. Hann er náttúrulega langt bestu dekkjunum, sko. Já. Það er spurning hvort að hann taki eitt pitstop. Hann er á, ef þú horfir á, hann er á sömu dekkjum og Gummi. Gummi er búinn að pitta, sko, fyrir alveg nokkur hringjum síðan, sko. Já. Og við erum að tala um það, Pittaði sko, 7 hringjum síðan. ef að Hannes nær að klára þennan hring og taka 7 í viðbót. Eða ekki? Nei. Ég sé það alveg fyrir mér, sko. Hann þarf að fara í pitta í lok 18. hring ef hann ætlar að taka 1 pitstop. Já. Jónægir er þá komin í 3. núna, annað segir ég. Nei, þeir aðeins út Jónæði að... tæpur að maður. Já, en hann ásamt eftir að pitta. Skúli og líka eftir að pitta sem er 3. Skúli er komið rosalega slitinn framdekk, sko. Við hálnaði með dekkjum, sko. Guffi er þetta á verri dekkjum. Hvar komið þeir út í pitt? Skeir á Valdemar. Já, vá, hann fer í pittin bara í þægilegu öðru sæti og kemur út í 8. sæti. Já. 26 sekúndum á eftir Hannesi. Hann var líka alveg bara næstu í 20 sekundur inn í pitti. Skúli fyrir pitti núna. Það er Kári. Ekki maður sátt að honum. Skúli var núna að mæta. Stóð 13 sekundur þegar hann fór inn í pittið frá 1. sætinu. Kemur út 32 sekundum. Sko, Hannes er ennþá að taka 1.41, lágar 1.41. Já. Ef við kíkjum aðeins á Kára, sko. Hann er í háum 1.41 þegar hann fer inn í pittin. Þannig að eins og er Hannes ennþá að taka betri tíma heldur en Kári áður en Kári fór í pittin. Já. Þannig að ef að Hannes fer vel með dekkin, að þá getur hann tekið þetta á einu stoppi, sko. Hann gæti með þess að hægt á sér, sko. Það er 9 sekundur upp í annað sæti. Hann gæti bara hægt á sér. Nei, hann gæti ekki hægt á sér út í. Ef hann ætlar að taka eitt stopp þá þarf hann að koma út á þannig stað að hann að hann lendi ekki á miklum töðum, skilur. Já, það sem ég segi er náttúrulega annað sæti á ennþá eftir að pitta og Guffi á ennþá eftir að pitta og Æsmon á ennþá eftir að pitta. Já, Valdimar Matt líka og Skeiri. Annað til 7. sæti eiga eftir að pitta. Hann hefur 26 sekundur. Allir hinir, þess að 7. sæti er Kári og hann er eini sem að... hann er til fremsti sem er búinn að pitta. Skeiri komið fram á Valdimar. Kári tekur Valdimar, klárar hann. Ræsi hann á Skeira núna. Og núna er Kári farin að nota overtakið sig, sko. En miðað við tíma sem Kári pittar á, þá verður hann að pitta aftur. Já. Hún er alveg búinn að stinga Skeira af, sko. Já, þetta er, sko, hann er bara á einhverju öðru leveli hann Kári, sko. Ó, já. Guffi ennþá á hálfum dekkjum. Já, það er fyrir utan það að þeir sem að hann er að taka fram úr hann Kári eru á slitnum dekkjum, sko, þannig að... Já, já. Kári eins og er með fjólubláan annan sektor, hann var ekki með fjólubláan fyrsta sektor. Já. Náttúrulega hraðasti tími, sko, hann svo setti 1.38 í qualifying og hraðastími sem er 1.44. Þannig að hann er sá alveg helling inni, sko. 2 sekundur þarf að hálfa með þessu.
En ég efast hann ætla að þora að jafna þann tíma í reysi, sko. Ekki nema hann myndi bara detta aftast og fókusa alveg bara á það. Ég tek undir með honum Jónasi, þetta verður svakaleg keppni, sko. Erum við að fara að sjá hann Kára setja núna besta tíma í keppninni? En sko, takið samt eftir því að þó að hann setur besta tíman í keppninni einhverja 0,1 sekundu eitthvað svoleiðis, já, 0,01 en 0,05 segi, að hann samt 600 millisekundum. Nei, hann næstu í sekundu frá besta tímunum sem að Hannes tók í tímatökum. Já, það sem ég segja, sko, ég efast að Hannes notaði allt ofurtekið sitt líka á einu leppu til þess að stúta tímanum. Já, Kári gerði það líka. Þannig að ég efast já, reyndar. Hannes bara að stinga Jónasi af, sko, það kom 12 sekundur núna. Það er 9 eitthvað rétt á hann. Þetta svakalegt peysi á Hannesi, sko. Hann ennþá að taka lágar 1.41, sko. Já. Þannig að nota overtekið sitt á vísi núna, sko. Æsmann alveg kominn aftan á Guffa. En sjá hvað hann á mikið eftir á dekkin. Hann hver? Sko, Hannes og Jón Valdimars eru mjög nákvæmir á dekkjunum. Kári reynda alveg aftan á Æsmann. Já, þeir eru að fara vel með dekkin, það rétt hjá þér. Guffi ekki á flottum stað. Þetta var svolítið svona, hvað ég að kalla þetta, tæft. Já, Kári að íta liðsfélaga sínu frá. Get ég Æsmann að fór svolítið fyrir Guffa. Nú var það, ok. Já, það Kári beint fyrir baka hann, þannig að spurning hvort að Kári keyrir hann ekki bara út á hann núna. Nei, þessi bíl að beygja svo svakalega hratt, sko. Hann kannski bara rétt svo snert stýrið og þá hann kannski aðeins klestað á hann. Já, en svo sérðu líka, sko, Kári strax byrjar að slíta dekkinu svolítið, sko. Hannes á ennþá eftir að fara í pit, sko. Ef að Hannes nær að klára þennan hring og 2 í viðbót áður en hann pittar, já, þá hann í rosalega góður í stöðu, sko. Hann núna 24 sekundum á undan Kára. Kári náttúrulega, sko, Kári hálnaði með tankið sinn og við erum ekki hálnaði með reysi, sko, þannig að við vitum allir að hann þarf að pitta aftur. Já, það er rétt. Það er eins gott að hann virkilega hann líka pittar hann pittar í lok 11. hring, sko. Já. Þannig að miðað við þessi 36 ringi þá passar það alveg að hann fari tvisvar í pit, sko. Akkurát. Hann sérna bara, Þetta var eitthvað sippir. Í 13 sekundur. Nei, ég er bara svona alveg tekur líða alveg eins og Hannes líður núna. Já, þú segir Hannes leiðist eitthvað að vera í fyrsta sæti? Nei, alls ekki, sko. En hann á eftir að njóta þess að vera í pitunum að chilla eins. Já, fá sér smá vatn að drekka og standa upp og teygja á sér og svona. Hann getur með þess að fara að pissa, þetta er svo langt pitstopp. En hann keyrir svo smúth bara. Ég er að horfa hana, hann er þetta að koma með traction-control á. Já, það er að hjálpa sér aðeins með því. Já, það er reyndar alveg mjög sniðið, sko. Það er líka bara munin á fram- og afturtekkunum. Svo horfur á Jón Valdimar, nei, Jónæður. Munin á aftur- og framtekkunum honum. Já, vá, hvað Jónæður með slitinn framdekk, maður. Hann er búinn með þau, sko. Það er spurningu, hann ætlar væntanlega að taka... Guffi með verri dekk, sko. Guffi er hálfnaður. Já, vá. Guffi er nú bara nánast kominn á felguna, sko. Já, hann er ekki langt í það. En hann greinilega ætlar að taka eitt stopp líka. Já, Valdimar síðan, Jón Valdimars GT Æsmann, hann er þarna á sínum eigin besta tíma. Já, hann er með bara miðað við hvað hann er búinn að taka marga hringi, þá er hann á mjög góðum dekkjum. Hann er bara mjög svipaður á Hannes á dekkjunum, sko. Já.
sé að Valdimar, hann er ekki ennþá búinn að pitta en hann var á hann, það er náttúrulega allir sem eru búin að taka fram með honum eða Skúli og Halli, þeir eru báðir búin að pitta en Skeiri, hann var að reyna að halda Skeira við bak og nóg upp þá sko Skeiri bara en að hafa 57. sæti sko. Já. En ég held að Guffi fari nú að pitta hann og þetta ekki færi. Það verður fróðlegt að sjá hvort hann pitti núna. En í rauninni... Hann er að keyra inn á 18. hring sem síðasti hringurinn. Já, það er málið. Ef hann pittar fyrir. Ekki Skeiri. Skeiri ætlar að hafa aðeins betri dekkin í lokin. Já. Jón Valdimars líka, hann er byrjaður á 18. hring. Kári er núna sko, hann er búinn að vinna núna 2 sekúndur á Hannes. Já. En, eins og við vorum búin að tala þá þarf hann að pitta aftur. Hann pitta hann á sko 15 sekúndum á hann til þess að það myndi make a sense. Já, miðað við það að Hannes er núna á 18. hring og væntanlega pittar eftir þennan hring. Já. En miðað við tímana þá getur hann jafnvel tekið 1 hring í viðbót bara til þess að vera ekstra safe með dekkin í lok keppningunum. Og það eru 32 sekúndur fyrir utan Kára, 32 sekúndur í næsta mann sem er búinn að pitta fyrir bakvið Hannes sem sagt. Já. Hannes er safe að fara í pittinum því að Kári ákvað sem er eftir að pitta aftur. Já, akkurat. Og allir í raun og veru. Þetta er eiginlega bara það er Hannes í pitti núna. Sjáum það allavega. Hann ætti að koma út, ef hann kemur fyrir ofan 7. sæti þá er hann góður. Já, Jóna er verið pitt líka. Og þá er Kári kominn hérna núna á lokakaflan. Hannes er ennþá inn í pitt. Og það sem að Kári græddi á því að fara fyrr í pitt var að hann þurfti ekki að taka eins mikið eldsneyti strax. Hannes kemur út Hannes kemur út í öðru sæti. En Skúli er sko beint fyrir bakvið hann. Það er ekki talað, en... Já, Skúli, það er nú langt í Skúla, sko. Segðu hérna, Þorsteinn, hann er í 5. sæti, það er ekki mikið eftir að framtækjunum hans. Hann var að pitta fyrir ekki löpum við hann. Pittaði fyrir... 10 hringir síðan, Pittaði fyrir 10 hringir síðan? Já, 11. hring. Já. Ok. Ég er með 1 á 15 hring líka. Já, það meikar ekki sens með það í tíman. Nei, það verður svolítið að horfa á tímana líka, sko. Hann er greinilega á 2 stoppa plani, sko. Já. En það þýðir líka að þó að Kári sé núna kominn í 1. sæti 6 sekúndum undan Hannesi að hann þarf að pitta mjög fljótlega. Já. Skúli það líka. Skúli er á 2 stoppa pitti. Halli er á 2 stoppa. Þorsteinn er á 2. Jóna var náttúrulega að koma út í pittunum með tilbúin í bara restina. Og Kári pittar í lok 11. hrings og ætti þá að pitta í lok 30. og annars nema hann ætli að reyna að klára þetta, minnst það hæpið að reyna að klára þetta, sko. Hann hefur ekki eldsneyti í það, sko. Nei, það er rétt hjá þér, hann hefur ekki eldsneyti í það, sko. Hann verður að pitta aftur og sér það að Hannes er strax byrjaður að saxa á tímann, sko. Hann var 6 sekundur, rúma 6 sekundur eftir honum að koma út úr pittinum og strax búinn að vinna niður í 5,7, sko. Já. Ég ánægði, sko, það lítur út fyrir það að þetta verði Hannes, Jónægir, Guffi eða Jón Valdimars, það getur verið. 1., 2., 3. og 4. Já, þetta midpack mun skýrast mjög mikið á steinustu hringinum þegar það kemur af því að þeir sem að eiga eftir að pitta. Þess að sjá, Jónægir er nýbúinn að pitta. Þannig að hann er rauninni búinn með sitt pitstop en er samt í 7. sæti. Já, og allir fyrir ofan eiga eftir að pitta, sko. Já, fyrir utan Hannes og... Já, fyrir utan Hannes bara. Kári eftir að pitta líka. Já, það er með að segja, hann er með annarsæti, Guffi mögulega með 3. Getur verið að Æsman leiði þetta baka í 4. Þessu eftir að pitta.
Skeiði, kannski mögulega klippa. Þetta er nefnilega reyndist rætt, sko. Já, Jónægir er samt, sko, Jónægir er 22 sekúndum eftir Kára, sko. Kári mun held ég ná nógu miklu millibili til þess að halda öðru sætinu þegar hann pittar. Sjáðu, það er 1 hringur liðinn frá því áðan og Hannes er búinn að slá, er komið sko sekundu fyrir aftan hann Kára, sko. Já. Þess nær honum. Hann er svo alltaf 1.39, sko. Alltaf það er bittið mér hans, en... Hannes er hérna að reyna að vinna sér inn fastest lap sem hann gerir. Sannfærandi fastest lap hérna, sko. Easy. Það er spurning hvort að Kári muni gera það sama þegar að Kári þarf að pitta. Þá er hann náttúrulega getur hann farið út með ennþá minna eldsneyti og getur þar að leiðandi nýtt bústið sitt sem hann á til þess að slá út besta hringinn hans Hannesar. Þetta er svakalegu besti hringur hjá Hannesi samt, sko. Já, já. Maður veit að ökumaður er í góðri stöðu þegar hann er í reysinu að nota overtake boostið sitt til þess að slá besta hringinn sinn en ekki til þess að taka fram úr. Já, þá er hann mjög safe. Já. Ég er að horfa hérna á Crack Cup. Hann er að fara að næla sér í 5. sæti með að dekkin hjá honum Þorsteini. Já, þannig að Þorsteinn sé að fara í pitti núna. Það geta alveg... Já... En Þorsteinn er miklu minna bensín, þannig að stinga hann það af úr beigjum og svona. Já, Þorsteinn er á slitnum dekkjum, sko. Jóna er þetta með fullt overtake, hvað maður eiga það. Þetta verður, sko, ég bara þori ekki að giska á hvernig þetta fer alveg í endan, sko, en ég ætla samt að giska á það að Hannes vinni þessa keppni, sko. Ég er enda fastur á þér, sko. Já. Hannes vinnur þetta, það er alveg nema eitthvað að koma úrskeiðis. Og ef með skjáttlar ekki, þá reyndar sagði ég á hann eftir 30. annar hring, en ég meinti 20. annan, en ég held að Kári pitti núna eftir þennan hring. Svona snemma? Ég held að, já. Ég held að klári bensínið og hotleppið bara í drasl, sko. Heldur það? Það getur verið. En miðað við sko pitt strategíuna hjá honum, ef hann pittaði í lok 11. hrings áðan, þá kannski tekur hann aðra 11 hringi sem er þá í lok 22. hrings, sem er núna. Það gæti verið að hann klári samt næsta hring líka. En sko Hannes er bara að koma svo raketta aftan á hann. Hann er búinn að minnka bilið úr 4 sekúndum niður í 3 bara á hálfum hring. Kári er líka búinn að rústa dekkanum svona líka, sko. Við sjáum með þess að Hannes er að short shifta. Já, ég er að horfa á Kára en hann er alveg að tapa 8 cirka sekundu á hverju hring, sko. Það er ekki pitt, það er endur á hann. Já, hann endur á hann. Spurning með Skúla og Halla. Nei, þeir halda alveg á hann. En já, hei, við mistum að þig. Jónar tók fram úr Þorsteini. Já, fór Þorsteinn ekki pittin eða? Nei. Hann fer örugglega í pittin núna. Nei, hann gerir það ekki. Hann tekur hringi við bara. Þú veist þetta með penalty. Já, svolítið mikið penalty með þess að. Hann fann fyrir því að það er svolítið erfitt að klára penalty á þessari braut. Já, beygja sem Kári er núna í, þar er alveg 0,1-0,2 sekundur farnar ef þú keyrir rólega í penaltyinu. Já. Það er að lætur hann bara renna, sko. Já. Kári greið búið með dekkin, sko. Alveg, sko.
Jóna komin að 20 sekúndur milli hans og Skúla, nei Kára. Og hann að setja sinn eigin besta tíma, þannig að ef hann heldur þessu áfram þá enda Kári fyrir bak við hann þegar Kári fyrir pittin, sko. Já, þá verður, ef það gerist, þá verður það mjög gott sjónvarpsefni að fá að fylgjast með þeim berjast annarsæti. Já. Og Þorsteinn ekki nema að, byrju, hver eftir honum? Guffi, 36, 21. Það alveg svolítið í Guffa. Hvað gerir Kári núna? Pittar hann núna eða pittar hann næst? Nei, hann pittar núna. Pittar næst. Pittar hann núna, ok. Ég ætla að horfa á hann Jónaður, taka fram úr Kára. Hann hefur 20 sekúndur, þá Jónaður komin í mark. Já, Jónaður með búst í botti, sko. Já, hann ætlar að koma út á undan Kára. Og hann komin fram úr. Kári að fara á stað núna. Guffi að koma út núna. Hann að koma núna í gegnum verk. Já. Ok, þetta flott. Það er 6 sekúndur á milli. Guffi var að setja sinn eigin besta tíma. Ok. Já, Jóna mun hafa núna næstu 12 hringi til þess að vinna upp 6 sekúndur á Kára. Nei, Kári hefur næstu 12 hringi til að vinna upp 6 sekúndur á Jóna. Það er það sem ég ætla að segja. Já. En, sko, ég held að ég held að Kári muni fókusa á þetta fasta hring og þá taka eftir að það ekki langt í Jónaði, sko. Það getur verið, sko. Það getur gerst. En við sjáum að Halli og Skúli fara pottþétt í pitti núna eftir þennan ring. Þannig að þá Jónagi komin upp í annarsæti. Hvað heldur því? Guffi mun líka, hann mun fara í 4. Guffi. Mun hann fara í, hvað segirðu? 4. sæti, þar sem að Skúli og Halli þetta verið mjög Guffa. Já. Skúli allan að komin í pittin. Það er 30 sekúndur í Guffa. Skúli gæti náð gegn en Halli mögulega ekki. Þá Jónagi komin í annarsætið. Kári 3. Og Kári núna að nota overtake. Núna Kári komin á hotlapissin, sko. Bara leið og hann fór yfir línuna þá bara overtake í gang, sko. Guffi næra Guffi að halda 4. Þá ætla ég að horfa hérna inn í hjá honum Kára. Guffi náði að halda 4. Hann ekki að nota overtake núna. Hann ætla kannski að nota það á einhverjum öðrum hring. Eða kannski til þess að taka fram úr Jónagi. Nítján sekúndur í Hannes. Vá. Vá, Hannes búinn að spila þetta flott. Vá, hvað Já, Hannes núna 24 sekúndum undan Kára, sko. Kári búinn að slá niður, sko. Hann búinn að ná alveg 1 sekúndu af sínum tíma, sko. Ekki aðeins meira, sko. En Hannes, sko, Hannes bara einhvers staðar annars staðar. Þetta reysið hans Hannesar, það alveg reynu, sko. Skúli tók fram úr Guffa bara rétt í þessu. Já, Skúli með glæni í dekk, sko. Já. Skúli að nota overtake bara til þess að... Vá, hann kláraði penalty sitt. Hann kláraði penalty sitt. Já, og Skúli var með overtake til þess að ná bili á milli hans og Skúla. Nei, Guffa sig.
Guffa, já. Halli hérna er að ráðast á hinn Bíkó aðlan. Það var Valdimars. Hannes? Nei, Halli segi ég. Já. Hannes er örugglega bara á Netflix. Já. Hann er búinn að Vonleist ekki. setja Drive to Survive í gangi í skjánum í stýrinu sínu. Já. Hannes gæti keyrt ángrín sekúndu hægari hring en hann er búinn að vera að gera. Alla hringina. Hann myndi samt vinna. Já. Hverju einustu hringi og hann myndi samt vinna. Já, hann er með rosalega gott forskot, sko. Þetta eru 10 hringir. Halli er að berjast við Jón Valdimars. Þeir eru hvorugur eftir að pita. Það ætti núna, ef mér skallast ekki allir að vera búin að pita, eða ekki? Jú, Þorsteinn á eftir að pita. Nei. Ok, hann hefur verið að klára pita sitt bara. En Halli er þarna, hann er að taka fram á GT Iceman, bara as we speak. 7. og 7. Já, hann er náðu betra exiti þarna. Þá er þetta farið að skýrast aðeins betur núna, sko. Núna þarf enginn að pita svo lengi sem að komu ekki upp hérna skemmtir. Já. Og núna verður það bara slagur að halda sætunum sínu. Spurning hvort ég flétti heldur snöggast upp stöðinni. Ég tók hérna screenshot hvernig þetta var áðan að við byrjuðum. Já. Þá er ég að horfa hérna. Ég segi bara nákvæmlega mínu stöðu. Hannes, Kári, Crackdog, Halli og Guffi. Það er 1. til 5. Já. Síðan erum við með 7. það er Skúli, Þorsteinn, Skeiri, Iceman, Valdimar, Gummi og Kjassi. Er þetta ekki svona þokkalega einsamt? Já, Gummi er kominn undir kjassa í rauninni. Ok. Kári var að nota overtakeið á seinasta hring svolítið mikið, sko. Hann er búinn að minnka bilið í Jónægir niður í 2,2 sekúndur. Ég held að þetta verði staðurinn til að fylgjast með að það er Kári og Jónægir. Hvort að Jónægir nái að verja á móti Kára með þetta slittum dekkjum eins og hann er með. Hann náttúrulega pittaði í lok 18. hring, sko. Já, Jónægir pittar í lok 18. hring og er á einstoppa strategy, sko. En Kári er núna á rosalega góðum dekkjum með lítið eldsneyti og hann er að nota overtake. Hann er að reyna að ná Jónægi og hann ætlar að reyna að ná að taka fram úr honum væntanlega sem fyrst, þannig að hann þurfi ekki að lenda í það að berjast við hann þegar að dekkin er orðin slitin hjá hann. Já, akkurat. Ég held að Kári fari alveg létt með það, sko, með að hvað hann er búinn að sækja svakar á hann bara á þessum hring. Já, hann er náttúrulega líka búinn að vera að nota overtake sitt til þess, sko. Já, reyndar. Og Jón er vel settur með það, sko. Hann er með hætting eftir overtakeinu sínu. Já. Það verður bara fróðlegt að sjá, sko, Ekki nema hann haldi bara Kára og verji Kára endalaust og noti svo overtakið sitt til þess að halda hann bara fyrir bakvið sér. Já, Jónægir á náttúrulega allt overtake eftir, sko. Mér þykir samt líklegt að Kári muni ekki nota meira overtake fyrir að bara þegar hann þarf að taka fram úr Jónægir, sko. Já. Hann veit örugglega samt ekkert að Jónægir á allt overtakeið sitt eftir. Nei, akkurat. En þetta... Hann veit ekki svona stöðuna á Nei, hann veit ekkert það, sko. En þetta er náttúrulega líka draumastaða fyrir Hannes að það er að fara að koma upp hérna
bardagi Fight. annað sæti. Það var ekki verið að fókusa á að sækja hann. Já, hann mun bara krúsa hérna restina af reisinu og Anslagur 22 sekúndur á milli. taka sigurinn. Sérðu sko að seinustu 1, 2, 3, 4, 5, 6, seinustu 7 hringir hjá honum hafa verið undir 1.41. Já. Það er alveg svakalega góður árangur. Þetta er alveg... Síðustu sko 3 hringir, eða 4 hringir voru undir 1.41 hjá Kára. Restin er bara 1.41, 1.41, 1.41 sko. En núna er komin sem sagt sekúnda rétt rúmlega það á milli Kára og Jónæs. Svo er Halli hérna að negla fram á Guffa sko. Fylgst þú aðeins með þeim? Ég er að horfa á Guffa og Halla, Guffi tæpuð maður. Já, Guffi fór aðeins út í græna þarna. Guffi, hann er að einstoppa strategy en er samt komið með svona slitið framdekk. Já, hann er örugglega með breakbalancing bara vitlausan sko. Það Hann gæti var verið. alltaf búinn að láta okkur vita að hann var ekki búinn að æfa sig nógu mikið. Já, bara eiginlega ekki neitt. En að vera í 5. sæti í tier 1 með litlaðir sem engar æfingu er bara mjög flott sko. Já, vissulega. Halli er fyrstur í 5. sætið. Og Já. það áttur að verða mjög erfitt fyrir Guffa að verja þetta sæti, sko. Ég ætla að fylgja þess hérna, ég ætla að kíkja á Kára aftur. Ég tjekka það er bara ennþá 1 sekúnda. Já, ég þori bara ekki að fara frá því ef að skildi eitthvað klikka að gerast í öðru þeirra og Ekkert mál, ekkert mál. þú lætur mig vita að það gerist eitthvað þarna neðar. Ég bara horfði að 0,1 sekúnda á milli þeirra sko. Halli er aftan á Kára. Ok, ég kíki kannski það svo. Ég fylgist aðeins með þessu. Þetta tæpur þarna. Nei, þá fyrir Guffi út af. Nei. Æjæjæjæjæjæ. En nær hann að halda að 7. Það er góð spurning. Það er ekki langt í Iceman. Það er ekki langt í Iceman, sko. Og núna er Guffi komið slitindekk og skítudekk. Já. Kári hérna alveg kominn aftan á Jónæður. Guffi ennþá að fara á svona frekar vítt í beigunar. Hann er búinn með dekkingriði. Já. Jóna er alveg tilbúin að verja þetta, þeir eru að kasta til þetta bröðinni. Já, Jóna er farin að nota boostið sitt aðeins núna, sko. Er Kári að fara að keyra út af það, strákar? Já, spurning. Er þetta að reyna að setja commentators curse á þann, eða? Ég er að reyna að taka stöðuna á því. Ég held að það virki ekki þegar þú ert að gera þetta viljandi, sko. Það er bara þegar þú gerir þetta óvart sem að... Þeim er leiðist og bara, cracked up, listi á beginni eða, bara það djók. Kári, byrju, Nei, Kári, hérna var hann tæpur maður. Meiri spennu, let's go. En þetta er slagurinn sem ég var að tala um að sem myndi gerast. Heyrðu, Jóna, hvað gerðist þarna? Jóna er alveg með boostið í botni, sko. Hann ætlar ekki að missa Kára fram á sér. En ég meina, það er nú ekki mikið sem hann getur gert. Kári er að aftan á greiði kallinu. Já. Kári með smá boost eftir, sko, en Jóna er með allt boostið sín, sko. Þetta er það sem við vorum að tala um. Núna er sko bilið bara að aukast í Hannes, sko. Sko, það er svo lítið... Nei. Ó, vá, ég held að það væri að taka fram úr hann. Veitu, hann er með innri línuna að hann Jóna er. Vá, þetta var tæft maður. Sko, ef þú ferð inn á Google Maps, þá er þetta bara 1 bíl á brautinu, þetta er svona nokkur öðru. Já, nákvæmlega. Kári við búst í maxima. Já, hann er náttúrulega með slipstream. Ég er að horfa á ég horfði á þá. Ég ætla að horfa á GT Iceman að taka sætið af Guffa. Það er eitthvað aðeins að róast þessi slagur núna. Ok.
Jón Valdimars er náttúrulega, nei Jón Ægir var náttúrulega búinn að segja Kára að hann ætla bara að vera í þessu sæti. Já, Jónar, hann er bara búinn að hann er búinn að senda Kára skilaboðin að þú tekur ekki fram mér. Já. Ég á nógu mikið búst til að halda þér fyrir aftan mig. Svo sannarlega. Ég er að horfa hérna á liðfélagans Jón Valdimar. Hann er að sækja á Guffa. Ekki nógu mikið, ekki eins og það var reynd á hann, sko. Það er orðið stuttbilið á milli þeirra núna. Það er 0,2 á milli Kára og Jónæs núna, sko. Kári er að taka þetta midsection á brautinni töluvert hraðar. Núna er Kári overtake, sko. Núna ætlar hann að ná fram úr Jónæs, sko. Jónæs er bara að kveikja á sínu overtake. Hann heldur honum. Nei, Kári nær, nei, ok, wow. Jón er með varnarlínu hérna, gerir þetta flott. Þeir eru jafnir á beint... Kári kom með overtake aftur, hann þarf að ná honum á þessum kafla í staðinn. En Jóna er bara, nei, ég hef overtake líka, sko. Hann er bara... Ok, hver er að fara að gefa þetta? Hver gefur þetta? Og Kári tæpum, þið veitum. Þetta er fætað. Þetta er það sem þið eru að horfa á okkur. Þetta er ástæðan hvernig þið horfið á okkur. Let's go. Jóna er að verjast eins og meistari hérna. Kóngur, sko. Buffan á 3 sekúndna penalty hérna. Kári á orðið ekkert búst lengur, sko. Við erum komin á 33. hring. Það eru 4 hringir eftir með þessum. Jóna er komið með 0,8 sekúndur á Kára, en núna erum við komin á midsection sem að Kári er að taka hraðar. Já. Sko, Kári, hann er bara að jafna Jónægir í slitið á dekkjum, sko. Hann er að það, sko. Hannes er komin einnig 25 sekúndna forskot. Á þessum tímapunkti er eiginlega öllum sama hvað Hannes er að gera, sko. Hann er bara búinn að vinna þetta. Við skulum bara fylgjast með. Skiptist í það að menn þurfi, sko, að hafa speed í þess að ná að klára reysi, sko. Hannes í pitt. Hannes í pitt. Já, hann ætlar að taka þetta bara safe í lokin. Fá sér ný dekk og passa að... Það er enginn að taka hringina á hann, sko. Ég held að það væri kannski með skemmting, en hann tók bara dekk, sko. Hann ætlar að slátra besta hringnu sínu núna, örugglega. Það kemur ekki óvart. Ég myndi ekki að fyrsta sætið, sko. Hann kannski vildi fá meiri spennu í þetta. Já, ég kann bara ekkert annað en að meta það, sko. Núna er Jónægir komin, sko, sekúndu undan Kára. Rúmlega það, á midsectioni sem að Kári hefur verið að taka hraðar. En sko, Kári bara er búinn að slíta dekkinu mjög mikið. Heldur að Kári ná þessu eða? Það er erfitt að segja, maður. Það er rosalega erfitt að segja, sko. En það er alveg hlið í þessari beygju hérna meira og minna, sko. Jón Ægir er alveg hérna með pús overtake í max. Já, hann er að passa að Kári ná ekki slipstreaminu, sko. Já. Sko, Hannes tók ekki eftir hvort hann væri með það slögt dekk, sko, því hann er alveg að fara 1.40, 1.40, 1.40, 1.40, 1.40. Já, hann var bara hann var með svo mikið bila, hann var bara svona að spila þetta safe, sko, ég er alveg viss um það. Hann er overtake á fullu núna, sko. Hannes, hann ætlar kannski að slá alveg svakalegan tíma, kannski. Spurning. Hann er ekki með neitt bensín, sko, þannig að hann ætti að ná alveg geggjuðum tíma, sko. Jónægir er að nýta overtakeið sitt alveg í drep til að halda Kára fyrir aftur. Við komum hérna á næst seinasta hringinn í keppninni og það er 0,7, 0,8, það er 1 sekúnd á milli þeirra. Litli tíminn, maður. Hálf sekúnd á fyrsta sektor. Já, það.
Ég ekki svarið, sko. Ég tími ekki að fylgjast með Hannesi akkurat núna. Ég skal bara sýna hvað það tímur hans. Já, ég held að við munum sjá það, sko. Hann hefur allan við vitum það að hann á sekúndu inni með að tímatökurna, sko. Jónægir, hann að pressa svo mikið, eða gússa svo mikið, hann núna komin á ljósi, sko. Já, Hannes var að stettina. Kári ennþá á örlítið betri dekkjum. Jónægir alveg að klára overtekið sitt núna, sko. Hann svo mikið að passa upp á að Kári ná ekki slipstreaminu. Herru, maður ætla aðeins að gripa í hérna. Hannes búinn að græða, sko, hann að fara á 1 sekúndu mér hafðist tíma, en þegar hann kom út úr pittin á hann, þá voru sko 6 sekúndur á milli hann og Jónægir, sko. Já, akkurat. Hann svakalegu tími, sko. Það sjáum við, sko, besti tíminn hjá honum Hannesi núna 1:39.7. Við sjá hvað gerist. 1:38.6, meira en 1 sekúnda á besta hringi. Hannes, hann bara að taka sennilega eitt flottasta sigur sem ég sé hérna í langan tíma, sko. En núna er Jónægir að verja svo. Þarna kláraði Kári allt overtekið sem hann átti inni, sko. Það allt púður búið. Jónægir á ennþá smá overtek eftir. Þetta seinasti hringurinn. Sko, ég að horfa, þeir eru búin að sko stinga Skúla og Halla og alla af, sko. Það hálf sekúnd á milli Jónægis og Kára, sko. Það minna núna, það 0,1, sko. Núna eru komnir inn á mid-sectionið sem að Kári bara. Kári á þetta mid-section, sko. Og báði tæpir maður, Kári nær flottir exinu. Ekki mikið eftir að búa ódökinu. Hvað gerir það? Kári kom með innri línu hérna, já, en það hann með ytri línu. Smá kontakt þarna. Ekkert allt of mikið en þetta sleppur. Núna bústar Jónægir. Lítur að vera. Nei, hann gerir það ekki. Jú, hann bústar. Jú, hann að bústa. Tekur líka varnarlínu. Kári í... Herru, Hannes að vinna þetta. Ég ætla að horfa að fara í gegn. Það er mikið Hannes. Kíkjum á þetta hérna. Nei, wow, þetta var tæft maður. Það kom maður, hann með bústið í botni. Jónægir heldur öðru sætinu. Til hamingju Jónægir, til hamingju Kári. Shit, þetta var rosalegt race, maður. Þvílíkur endir. Hvað Guffi? Guffi, getur horfðu, af hverju Guffi í 9. sæti? Það hefur bara eitthvað tekið fram úr honum. Hann á slitnu dekki. Hann var í 7. rétt á hann, sko. Skúli komin hérna í gegnum markið í 4. sæti, Halli var að klára í 5. sæti, Skúli og Halli hérna, Team Autocenter 4. og 5. sæti, Jón Valdimars 7. sæti, strax eftir honum Skeiri í 7. sæti, Þorsteinn að detta inn línuna í 8. sæti, Guffi að klára seinasta sectioni, kemur hérna inn í endakaflan. Guffi fór 1:52 á 34. Þannig við lendi einhverju, já. Kjassi, nei, heyrðu, það bara slagur hérna hjá Kjassa og Valdimar Matt. Smá bumpa og Kjassi fer hérna aðeins, nei, veitu, hvernig endar þetta eiginlega? Valdimar bumpaði og gaf eftir. Já, það er svoleiðis. Kjassi og Valdimar fara hérna saman í gegn í 10. og 11. sæti og þá er það bara Guðmundur Orri eftir. F1 Iceland. Að klára. Maður. Geggjaður sigur hjá Hannesi, þvílíkur slagur 2. og 3. sæti á milli Kára og Jónægis. Sjáu þetta, Hannes með pole position, fastest lap, clean race. Þvílíkt race. Vá hvað þetta var geggjað, það er langt síðan að ég hef séð svona spennandi race í Gran Turismo. Vá hvað ég sammála þér. Þetta var frábært. Ég þakka ykkur sem að horfðu á bæði á Stöð 2 e-sport og á YouTube. Takk bara kærlega fyrir að fylgjast með. Og næsta race verður eftir 2 vikur. Þá tökum við Laguna Seca og það verður keppt
í Laguna Seca á, hvaða bílar voru þetta eftir, mér Laguna Seca. GR3, þannig að það verða allir af Tier 1, 2 og 3 verða allir á GR3 á Laguna Seca. En já, þessu reysi lokið. Ég heiti Árni Rúnar Jónasson og með mér var hann Birgir Júlíusson. Takk fyrir það, Birgi. Já, takk kærlega fyrir mig líka. Og takk kærlega fyrir áhorfið. Verið sæl og við sjáumst síðar.